kæra hlustur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 8. ágúst 2025 og Bitcoin í $116.340 og hjá mér sestur hver annar en Björn Harðarson. Vertu blessaður, Björn. Sæll og blessaður. Við erum í plus í held ég verið með öllum myntum markaðarins frá síðasta þætti. Komum tími til að vera grænn í upptöku. Við höfum verið í rauðir bara síðustu 2-3 þætti. Já, og sko, mér finnst það sérstaklega ánægilegt þó að ég vilji líta á okkur og mig og að sjálfsögðu Myntkaup sem fyrst og fremst Bitcoin fókuserað konsept. Þá ætla ég samt að fá að segja að mér er sérstaklega ánægilegt að það sem í minnstum plus Bitcoin. Af því að ef við skoðum, ef ég fæ aðeins að fara yfir markaðin sko, að síðustu 7 daga á Bitcoin upp 1,6%, Ethereum upp 11,6%. Okay. Það var í fyrsta skipti í sko, einhvern tímann síðan í annarkvort desember eða nóvember var að fara yfir $4.000. Það núna í 3.987. XRP upp 8,7%. Solana upp 6%, þú veist, það að fara niður listan, Cardano upp 9%, Chainlink 17% síðustu 7 daga. Wow. Og bottomline þetta svona fyrsta skipti svolítið langan tíma sem við erum að sjá það sem minnir á alvöru crypto bull market, alvöru altcoin season, þar sem Bitcoin búið að standa sér vel, svo þegar það gefur aðeins eftir, þá tekur hitt virkilega við sér. Að við erum að sjá patternið, Bitcoin hækkar kannski 10% á einhverjum dögum og svo þegar það gefur eftir og maður hefur að binda vonið við að þá skapi svigrúm fyrir aðra myntir að blómstra. Bitcoin lækkar kannski niður tilbaka 5% eða eitthvað, þá sekkur hitt aftur 10%, eliminator öll gains og þannig það búið að vera einhvern gangandi í vikum saman. Og afleggingin svo að Bitcoin hefur bara haldið áfram að blómstra, breykan í all time high, en einhvern allur hinn markaðurinn hefur setið eftir. Þannig að svona, nú ég virkilega, ég ætla ekki að segja að það sé komið full-blown altcoin season, en það altcoin metirinn bara 35 núna á CoinMarketCap, en þetta enga síður. Já, við viljum alveg sjá bara þú veist, Bitcoin vera þannig sé bara einhver tíma svolítið flatt og hitt vera svolítið að keyra og við viljum þú veist að nú Ethereum búin að gera rosa gott mót núna einhverja vikur, viljum við að fara að færast eitthvað niður yfir í Solana, yfir í þú veist Sui, yfir í þú veist Cardano eða hvað, allt þetta en við eitthvað svona aðeins meira heldur en bara XRP og Bitcoin. Sko ég var með 100%, ég var að skoða þetta sko til margum sem hvað Ethereum búið að vera að brillera mikið að sko síðustu 3 mánuði þráttur talsverða hækkunni á Bitcoin, þá Ethereum búið að hækka ég man ekki hvort það var nálægt 90%, það var allavega yfir 80% gagnvart Bitcoin síðustu 3 mánuði. Gagnvart Bitcoin. Bitcoin búin að vera hækka. Já, þannig að þú veist, ok, ég ætla að halda með það, við ætlum ekki að tala og snemma full-blown bull market, full-blown altcoin season, en þetta að minnstakosti, þú hunsar þetta ekkert svo auðveldlega, sko. Nei. Og ég var að ræða við einn mann sem vakinn og sofinn yfir markaðnum, hann talaði mér svo sem spurði hann ekki nákvæmlega ákveðið það byggði, sko, en hann væri að horfa á $4.150 Ethereum level sem eitthvað svona technical level sem ef við breykum það núna fljótlega það fyrir upp. Já, það, eins og hann orðaði það, þá gætu við séð bara eitthvað vitleysu gerast. Þannig að ég veit það ekki. En þetta allavega, þetta gaman að Já, og ég með einhverja tölur á eftir, eitthvað svona samtíð við Ethereum, þannig sem segir til þetta. Við ætlum heldur betur að fara yfir það. Sko, það svona margt, svona, hvað segja, margar áhugaverðar fréttir. Svona aðeins með áður ferð þangað. Við vorum það síðast og þá vorum við að lækka og við vorum að velta fyrir okkur hvað það var að gera. Svo hélt þetta reyndar, við tölum að kannski myndi þetta fara að hækka, þú veist, þá hélt þetta áfram að lækka og við vorum að tala hvað áhrif, það var
Jeremy Powell, en síðan kemur hérna einhver hérna kjarnorku kafbáta frétt held ég bara stutt eftir að við fórum úr þættinum, sko. Svona World War 3 fett, World War 3 fött, sko. Já. Og einmitt, þannig að, en svo eins og segi, bara núna, maður getur ekki sagt að maður sé búin að finna mikið fyrir þessu, þetta virðist aldrei vera hjána núna. Já, ég meina, svo komur eitthvað frétt að, þú veist, að Trump var að fara að tala við Putin að reyna eitthvað að leysa stríði hérna í Úkraínu. Já, bara ef Zelensky verður með. Hann er búin að gefa það át. Hann vil hitta Putin en bara ef Zelensky verður með, sko. Það er nýjast í þessu. En já, sko, það eru eins og segi, það eru svona margar meðalstórar fréttir, myndi ég segja. Það er ein gríðalega stór frétt. Við að vísu fjöllum aðeins hana fyrir ég held að vera í síðasta þætti, frekar en þar síðasta, þá lá ekkert fyrir þeim efnum, nú er það staðfest. En ég ætla að byrja að fjalla frétt sem markaðurinn virðist vera þeirra skoðan hafi verið stór frétt. Ég ætla að segja að það hafi verið fake stór frétt. Það er að SEC var núna loksins að fella niður síðasta máli gegn Ripple. Þannig að já, dæmi hvað mér finnst þetta nánast ekki vera frétt er að ég þurfti einhvern veginn að reyna að fletta upp, þetta var ennþá eitthvað í gangi. Já, einmitt. Af því að konsensusin var bara hjá manni og öllum einhvern veginn er að eftir að ný ríkisstjórn tók við, eftir að hérna Gary Gensler fór SEC, þá átti öllum að vera ljóst að Ripple var home free, sko. Þú veist, það var ekkert, hérna, þetta var það að nú liggur fyrir að SEC mun ekki áfrýja þessu máli sem Ripple vann í alríkisdómstóli í New York sem niðurstaða hérna, dómarans fól í sér að XRP teldist ekki security, ekki verðbréf. Og þar sem hérna, því það lág ljóst fyrir að sko SEC undir stjórn Gary Gensler ætlaði alla leið með þetta mál en þeir ætlaði að áfrýja þessu máli en nú liggur fyrir að það veri ekki gert og einmitt ástæður fyrir ég segja að þetta sé fake stórfrétt er að þetta á ekki koma neinum óvart. Nei, það er bara allt bendi til þess að fjármálaeftirlitið er búið að taka algjör uppi. Einmitt. En það sem ég finn svo áhugavert við þetta er það og það sko, mér langar að ræða þetta svolítið mikið, sko, vegna þess að leið að þetta var gefið út, þá hækkar XRP 10-12% þegar sem mest lét. Það fór í eitthvað 3,37 eða eitthvað álíka. Fréttin kom út. Já, það bara rauk upp. Og svo hefur það eitthvað aðeins slegið tilbaka, núna eitthvað í 3,26 eða eitthvað, en enga síður, þú veist, þetta var í eitthvað bara sléttum 3 þegar þetta er tilkynnt. Og það sem mér finnst vera svo áhugavert við þetta er það að hér erum að við móttum að tala hversu góður og sophisticated markaðurinn er að prísa inn sko fréttir fyrirfram og svona landslæði eins og við eitthvað þykist vita hvernig það er að fara að spilast út. Maður haldið að það væri löngu búið að prísa þetta inn. Já, það er það sem ég að segja. Maður haldið að vera löngu búið að prísa þetta inn. Augljóslega ekki fyrst að markaðurinn bregst svona við og þá velti ég bara fyrir mér að því að þú veist, menn eru sumir að tala sem kannski vilja ekki vera eitthvað of búlis á til dæmis þessar kaupallar sjóða umsóknir sem Bloomberg var að gefa út að er allt eitthvað í kringum 90% líkur að vera samþykkt í haust og vetur og einmitt, þá getum við hugsað sama, ég menn ok, er ekki búið að prísa þetta inn þá allt ef það er 90% líkur á greiningaraðalum að þetta veri samþykkt. Ég ætla bara að fá að segja ég er alls ekki sannfærður að markaðurinn sé búin að prísa þetta inn. Nei, ég meina, við tökum bara Solana sem dæmi, sko, ég á mjög erfitt með að sjá fyrir mér að þessi búið að prísa inn Solana verði út frá því að þau fara á ETF. Ég finnst það frekar að vera í hináttina ef maður trúir á svona samsæriskenningar á markaðunum, þá trúið ég frekar að vera að halda verðinu niðri til að gefa þessum aðlum tækifæri að fá Solana á góðu verði, sko. Af því að og það meika fullkomið séns af því að og menn er alltaf að tala að þú veist og án sem maður hafi eitthvað neitt svona konkrétt fyrir sér í þeim efnum að þú veist, það liggur fyrir að BlackRock sækir hana í júní 2023 þegar Bitcoin er í eitthvað 25-26 $, eitthvað svo leiðis og verðið eitthvað
brást ekkert við með þessu og ég meina, og við vorum í sko, vorum búin að malla upp í kannski 42.000 þegar loksins komast inn sko, þannig að þeir eru núna sitja á, hvað, þetta er að nálgast 200% hækkun á Bitcoin frá því að þeir sem sagt, eru up and running 10. janúar 2004 og þetta þurft að vera í 126.000 eitthvað svo leiðis sem náttúrulega bara svona nánast án fordæma í svona traditional big asset class investment og þá voru margir að segja sko að BlackRock væri að vel alltaf því að fjármagna áróður gegn Bitcoin til þess að einmitt við viljum að okkar klíentar með stóru djúpu vasana þegar þeir loksins geta farið að komið sitt fjármagn inn í Bitcoin, þá viljum við ekki að markaðurinn verður búin að frontrunna þessa frétt og prísa þetta inn þannig að þeir þurfa þá að byrja að kaupa í $120,000 eða eitthvað svoleiðis og þeim verðist, ef eitthvað til í þessu þetta get ég ekki fullir. Ég trúi því alveg að segja eitthvað til í þessu hætti mann alltaf til þegar maður heyrir einhverja manupilara einhvern í markaðan að trúi að segja bara nei, þetta er ekkit svona þú veist, en í grunninn bara, það er alveg fullt af einhverjum dæmi minna við erum með JP Morgan var dæmdir fyrir að manupilera markaði 10 ár einmitt, afgrætti þetta verður eitthvað öðruvísi sko. Þannig að þú veist en þú veist, sko, ég sé frekar að horfa á þetta einhverju neikvæðu ljósi eitthvað, það er einhverju stóri aðeilar að halda verðinu niðri og okkur svoleiðis, þú veist, ég sé frekar bara að maður á bara að taka þessu fagnandi, skilur af því að þú veist, ef maður er ekki búin að framkvæma sín síðustu kaup á maður bara ekki vera ánægð með þetta skilur, fyrir náttúrulega hann sem er búin að deploya bara sínum sinni síðustu krónu eða síðasta dollar og er bara búin að taka ákvörðin aldrei að kaupa aftur kryptó, ok, gott og vel á kannski skilja að þú er ekki neina bíðin og vilt bara sjá þetta keri upp ég við ekki neitt þráttur að vera með gott sem alveg mína í kryptó og held ég svona geti nokkuð veginn sagt að samu því án sem ég ætla að leggja þér orð í munn ég er ekki búin að kaupa mitt síðasta kryptó og ég varst þú sem búin að gera það sjálfur ég er mjög hissa sko þannig að þú veist, ef ég spyr þig, þú veist, finnst sér það auðvitað á einhverjum tímamúndi ef ég væri að tala við árið 2035 og Solana væri 200 og við varum að tala bara náttúrulega á einhverjum tímamúndi vill maður sjá þennan veruleika raungerast að þetta fari loksis að hækka en ég sé alltaf fyrir mitt leyti mér finnst bara ekkert að því að sjá þetta á þessu verði núna meðan ég er enn að skilgreina mig sem kaupanda. Nei, nú eina sem ég hugsa stundum ef við trúum en þá þess að 4 ára hringrás þá finnst mér stundum svona smá óþægilegt að kannski kom ekki Solana og XRP og allt þetta ETF fyrir einhvern mann í september, október þú veist, minna markaðurinn rauninni sko, ég var eitthvað að skoða það þú veist ef við tökum síðustu 2 markaði þá toppaði markaðurinn að meðaltali á 1063 dögum sem er eitthvað, það er 9 frá halving frá síðasta botni frá síðasta botni, alveg rétt og það munar 9 dögum á þessum 2 síðustu við tökum ekki markað sem var 2013-14 það er svona sveiflóttur einhvern veginn og fáir á markaðnum þá ættu að toppa 19. október þannig að þú veist, ef maður trúir á því þá vil maður einhvern tímann fara að sjá markaðin fara á stað, sko, en minna svo sá ég einhverja frétt daginn sem það var eitthvað svona Pi Cycle Indicator einhverja var að fara yfir eitthvað sem maður vildi meina þá að indikatorin sína núna að hann topp ekki fyrir ári seinna, sko en svo er þetta fullt af fólki að segja að þú veist, 4 ára hringrásin er ekki lengur aksjál, sko en mér finnst alltaf frekar hættulegt að tala það, sko þannig að ég allan að væri alveg til í að núna myndi þú veist, Altcoin season Solana og allt þetta sem við tala fara að hækka almennilega, sko Já, ég er svona geð með nokkuð mánaða móti viðbútt og ég tek undir þetta en sko ég samt hef viðrað þá skoðun áður í Slaðarpi, ég held ég að gera það nokkur sinnum og ég hef bara styrst í þeirra afstöðu ég er mjög sannfærður að þessi 4 ára hringrás eigi ekki lengur við. Að minnstakosti þá á hún ekki jafn afgerandi við og hún hefur átt hingað til. Og þegar þú segir það, ertu að hugsa bæði Bitcoin og restin? Já, og ég
byggi það á sko þó nokkrum þáttum. Fyrir að fyrsta, menn verður náttúrulega átt að því að ef þetta er raunverulega tækni sem að fara að skipta mál til frambúðar, þá að sjálfsögðu það er engin aðlugunar ferill sem gengur endalaust áfram með þessu mætti. Það meikar ekkert sens. Þú ert ekki að tilenga tækni eins og hvort sem er internetið, rafmagn, bifreiðar, snjallsímar, kryptó, whatever, með einhverjum gigantískri þenslu sem toppar og svo ofitnar og þú veist, þessi 4 hringrás meika sens í einhvern tíma, en það kemur að því að of margir eru búin að átta sig á því og þá markar mun aðlaga sig með tímanum, þannig að það er einn þátturinn. Hinn þátturinn sem ég nefndi er allt þetta sem er að gerast í Washington og svo þetta sem við töluðum með kaupallasjóðuna, að við erum með 6 ár í röð frá því að ef við miðum við gull-ETF-in 6 ár í röð þar sem hvert ára outperformaði árað undan. Þannig að með alla þessa faktora. Já, ég hugsa líka, ég má gripa inn í, ég hugsa líka út frá þessum fyrirtækjum sem er að kaupa myndir og setja á balansið til segið. Þú veist, ok, ef að markarinn að fara niður, er þá ekki líklega að þessi fyrirtæki sé að kaupa eða staðan fyrir að býða í 2 ár? Jú, það er átt smúið, en náttúrulega hættan er sú við það sem ég hef líka verið, sem væri svona það sem myndi gera mig smá hikandi við að styrkja þessa afstöðu mína enn frekar, er að áhætta sem ég sé er að ef markarinn tekur smá korreksjón, að þessi fyrirtæki spíralist niður í einhvern liquidation spíral, sko. Þannig að ég geti trúa því ég geti trúa því, þú veist, það geti verið, þú veist, ég hef ekki endilega áhyggjur af Michael Saylor og þeim, að því þú veist, fyrstir gerir það vel þegar meðalverðið það lágt, en þú veist, öll hinn fyrirtækin sem við getum jafnvel sagt, nánast söm bara svona drauga fyrirtæki sem bara hafa ekki hreifst og er ekki að gera mikið, allir komnir í eitthvað, þú veist, hvað þarf markaðurinn að fara mikið niður á einhverju tímapunkti til að þeir þurfa að dömpa því sem þeir hafa keypt og það, þú veist, ég held að það sé mest hættan á því að við fáum svona alvöru bear market, það er þessi fyrirtæki sem eru bara að gíra sig upp með að kaupa og fólk er að fjárfesti það hækkar gríðarlega verði, þeir kaupa meira. Þetta gæti verið möguleg botn á markaðinum, sko. Já, og sko, þó ég sé þeirra skoðunar að þessi 4 ára hringrás með svona svakalega íktum bólamarkað og svakalega íktum bjarnamarkaði sé að baki, þá að sjálfsögðu mun þetta áfram vera þannig að þetta mun koma corrections og að mun koma tímabil sem er svona meira beris og tímabil sem er meira bullish. Sko, það er í öllum mörkuðum, hlutabrjöfmörkuðum og öðru, sko. Já, og svo mér, þú veist, og svo er líka talað þú veist, og við séum alltaf miða 4 ára hringrás við, sko, við halving, þá er þetta samt sama hringrás eins og við höfum talað þetta áður og svona money supply einingara umferð fyrir þessa 4 ára hringrás og sumir segja að Satoshi hafi mögulega einhvern veginn haft þetta í huga þegar hann ákveður hvenær halving er, sko. En sko eins og ég segi, þetta var svona að mér finnst fake stór frétt, en samt sé ég margt jákvætt við þetta, hvað í raun og veru mér finnst það jákvætt að markaðurinn enn sem komir virðist ekki vera meira sophisticated en þetta, að hann er greinilega ekki mjög góður að prísa inn hluti fyrirfram, alveg eins og við sáum að svo þegar kemur eitthvað sem okkur fannst 100% legit risafrétt með Project Crypto frá SEC, þá brást markaðurinn mjög illa við því. En frétt dagsins í dag að vísu var birt í vikunni, sem er legit risavaxin frétt, að það er að nú liggur það fyrir að Trump er búinn að skrifa undir forsetatilskipun sem leyfir 401k 401k lífeyrissjóðunum að kaupa Bitcoin og krypto. Já, við töluðum þetta sem þetta var svona... Þetta var möguleiki, þetta var orrumur. Já, fyrir einhverjum vikum síðan, þá heyrðum við... Já, ég held að sé bara mögulega í síðasta þetta, mögulega, eða þar síðasta. Já, við höfum talað þetta allan einu sinni eða tvisvar
áður, sko, og þá var ekki talað að þessir, hvað kallast það, eftirlauna sjóðir sé hvað, 9 triljónir? Já, við tölum 9 triljónir dollara, en ég var svo að sjá í fréttinni sem ég var að lesa að það var að tala að þetta væri núna 12,5 triljónir dollara. Já. Þannig að þetta er 12.500 miljardar dollara, til samanburðar allt marketkapi í krypto er 4 triljónir dollara. Þeir eru með 3-falt marketkapi það sem krypto er með, þeir eru með 6-falt marketkapi cirka sem Bitcoin er með, rétt tæplega, og það er verið að tala sko, þetta er eins og við tala áður, þetta er eitthvað seigasta og þoliðmóðasta fjármagn í heimi. Við erum líka að halda okkur í jörðinni, það að hann sé að gefa grænt ljós fyrir þessa aðila að fjárfesta í Bitcoin og krypto, það þýðir ekki að við getum gefið okkur það að það sé að fara að streyma inn miklu peningar. Ég hef ekki enn séð eitthvað greiningu á því eins og var gert hérna á ETF-unum, þá var alltaf keppast við að birta greiningar á hversu mikið fjárstreymi yrði í ETF-ana, svo náttúrulega var raunveruleikinn bara sá að fjárstreymi var langtum framar bjartsýnustu spám, sko. En við getum alltaf búist við að það verði einhver ég meina, þú veist, hvaða frétt sem ég sá daginn, hérna, eitt af þessum fylgjum sem að samþyktu að mætti fjárfesta í, þá ég var að sjá okkur frétt að þeir lífeyrissjóðurinn í þessu fylgi hefði verið að kaupa í Bitcoin. Þannig að það má alveg búast við því að verði eitthvað, og það er gaman að leika sér af þessum tölum, sko. Ég sá tölur þar sem að menn voru að velta fyrir sér, ok, ef við setjum hérna, ef þeir myndir setja 1%, ég veit ekki hvort að það sé 0,01% eða 1% eða hvað, ef að þessi sjóður myndir setja 1% í Bitcoin. Það væri 125 miljardar dollara. Já, þú veist, þau voru búin að reikna út, ég veit ekki hvernig þeir reiknaði þetta út, að þá myndi Bitcoin eiga að fara í $300,000. Ef þeir myndir setja 3%, þá fara í 1,2 milljón dollara. Já. Þannig að hvað sem það verður, það segir það allavega sko að ef þetta fer einhvern veginn af stað, eins og þú segir með kaupallarsjóðuna, þú veist, ef þetta fer einhvern veginn af stað, þá er allavega, mun það hreyfa verðinu? Alveg bara 100%, hún sér bara fréttin, hún keyrir markaðan ekkert svakalega upp. Nei. Og við erum líka að tala, við erum enn að díla við það sem er surrealíst, og ég held að verða ekki, ég held að það ástand geti ekki haldist mikið lengur, er að fyrir en grít núna er í 59. Þú veist, pældu í öllum þessum jákvæðu fréttum og líka bara framistöðu hérna verðsins, Bitcoin, Ethereum, allt þetta, hvernig er það að minnstakosti ekki 75, skilurðu? Þannig að kannski getur við sagt að mjög bara heilbrigt að fyrir en grít er ekki herra. Bara galið jákvætt. Bara galið jákvætt. Þú veist, það er vissulega til að vera varkáð, það má segja það gefur til kynna að markaðurinn er kannski endáldi viðkvæmur, þú veist, það þarf ekki mikið út af að bregða, ef við missum aðeins momentum, þá getur við aftur farið í ástand þar sem við þurfum að vera að hangi í einhverjum boringverðum í einhverja viku mánuði, en mér líður eins og við séum svo nálægt í að fara í full-blown bull market. Já, maður hugsa svolítið í þessu pælingum, maður hugsa svolítið, sko, við vorum að tala þetta hérna, fjármálaeftirlitis dæmi hérna síðast. Project Crypto, já. Þú veist, og við vorum að tala hvað, þú veist, svona risafréttir hreyfi ekki markaðanum, við vorum reyndar að tala XRP-fréttin. Sem var ekki risafrétt, sko. Risafrétt. Hvað þarf til að hreyfa markaðanum? Mögulega einhverja þessum kaupallarsjóðs samþyktum. Við verðum líka held ég að taka til þess, að bara sumrin hafa sögulega á öllum mörkuðum, og hérna krypto og engin undanning, sumrin eru yfirleitt boring. Já. Það er bara, þú veist, hérna Wall Street er meira og minna í fríi, þú veist, fólk er í fríi og hérna, þannig að þú skoða söguna langflest sumur í krypto eru boring. Ágúst hins vegar, ég var búin að, þú varst með áhugaðan punkt. Já. Ég var búin að segja hérna að sögulega eru ágúst og september einhverju verstu mánuðinir í krypto. Já. Þú varst eins og með ágætispunkt sem svona counterar það
Já, þú veist, þetta er alveg rétt hjá þér. Að meðaltali er þetta lélegustu mánuðinir og ágúst mjög lélegur. En ég var svolítið forvitin eftir þáttinn að skoða aðeins betur af því að það sem mér finnst skipta svolítið máli í þessu er að maður skoði ákveðin ár. Af því þú veist, þú getur verið í bear market og verið með rosa slæman ágústmánuð. Þannig ég ákvað að skoða hérna 2017 og 2021. Og 2017 þá er sko hækkar Bitcoin í ágúst næstu 64%. Já, 2017, já, einmitt. Ég segi 2017 er ok, gott og vel, en enga síður. Sumir hafa líkt bara þessu markaði við 2017. Rétt. Það sé líkar úr honum heldur en síðasta markaði. En ok, tökum þá bara 2021, sem er þá sama tíma og var í þá núna. Það var ágúst pluss 14%. Einmitt. Fer reyndar niður báðir þessi mánuðir í september og það er svo sem áhugavert mér, þú veist, það eru svo sem bara einhver 2 ár sem er í pluss í september sem er 2015 og 16. Wow. Restin er bara mínus en þú veist, ég velti stundum fyrir mig þegar ég var að skoða þessu tölur ok, ef við erum að hækka mikið í ágúst þú veist, ok, er þá ekki eðlilegt ef við lækkum einhvað í september en allavega og við höfum líka talað sko, ég var að skoða ársfjórðungana menna þú veist, ef við skoðum 2021 ársfjórðungun þar vorið þá erum við mjög góð en við erum mjög léleg núna þannig að þú veist við höfum talað það menn mögulega þú veist erum við að fá meiri hækkanir núna því við fengum ekki hækkanir í vor sko. Einmitt og ég sé að í þessum tölu orðum sko þá var Ethereum að breyka aftur $4,000 sko þannig að hérna já þú veist ágúst allavega so far er að byrja freka vel sko og mér langaði svolítið að fara yfir þá að því að ég var að nefna að Ethereum var að breyka $4,000 aftur og verður forhald að sjá hvert það nær núna en þú veist Ethereum þrátt fyrir alla þessa gagnrýni sem það hefur þurft að þola megnið af þessu markaði þá er það eiginlega bara búið að vera sko in a bull market of its own hérna síðustu 3 mánuði það er bara, þú veist, það getur engin núna í Ethereum holder verið annað en sáttur og mér langar aðeins að tala það því við fjöllum henni þar síðan þætti að fjárfestar væru virðist vera að renna mjög hýru auga til Ethereum, bæði retail en líka svona institutional capital og þú varst búin að greina ansi skemmtilega tölfræði, bæði með Ethereum ETF-in en líka smá samanburður á svona on-chain analysis á Ethereum og Solana. Ég fæ aðeins að fá... Já, mér finnst það mjög áhugavert að manstu þegar Ethereum í kaupallarsjóðinu fór á stað. Þá voru menn að tala það væri bara eitthvað flott, það er engin áhuga á þessu, ekkert innflæði, menn voru bara að bera þetta saman við keyrsluna í þessu Bitcoin. Svo bara segja allt í einu einhvern samanburð sem að tekur tíma sem að þessi Ethereum kaupallarsjóði fóru upp í 10 miljardar dollara assets under management, já. Og þetta er, þú veist, þriðja mest success í hvað tekur lítinn tíma. Það er 2 sjóðir sem hafa komist hraðar í 10 miljardar dollara. Og þá fór ég að skoða hvaða sjóður voru það. Og það var BlackRock Bitcoin sjóðurinn og Fidelity Bitcoin sjóðurinn sem segir rauninni það er engin ETF. Það er engin kaupallarsjóður sem er ekki krypto ETF sem hefur náð þessum árangur á þessum stuttum tíma. Og við vorum að segja þetta væri bara vonbrigði. Ok, það er kannski mest gerst á síðustu vikum, ég veit það ekki, líklega. Þetta er svona pínu eins og að þegar Spassky og Fischer teldu í höllinni 72 sko að þá sýndi Fischer svo mikla yfirburði sko, allir voru fókus á hvað Spassky var slakur sko en fólk er ekki glemt áttur að hann er næst besti gaur næst besti skákmaður í heimi sko, Fischer var bara, það er aldrei gott að vera með samanburði við Bitcoin og ekki frekar að það er gott að vera borin saman við Bobby Fischer þegar kemur á skák. Þannig að þetta er náttúrulega sláandi og þú veist, en þetta kemur ekkert á óvart Björn þegar maður er að horfa á Ethereum yfir $4,000 núna. Mér langar að segja hvað að séu 4 mánuður síðan sá Ethereum í $1,400. Já.
Þú veist, við erum að tala nálægt í, þegar 14. þetta var í $4.200 til að vera 200% hækkun. Við erum að nálgast 200% hækkun á 4 mánuðum og það enn sem komið ekki mikið verið að tala þetta. Þannig að í Ethereum aldrei bara búin að vera ekki svona hérna, þú veist, bara eina bull market of its own og nú virðist vera svona markaðurinn í heild síðan að vakna og þá allt innu bara, hey, þú veist, tjekki í Ethereum. Og hluta til þetta bara, þú veist, ef við förum ykkur hálft ára aftur í tíman, þá var Ethereum bara með minnstu hækkunina eiginlega af öllu kryptó. Það var bara, menn var að dæma það bara dautt og Solana var búin að taka yfir og þetta myndi aldrei hækka og enginn hefur trú á þessu og svo framvegis. Og þá finnst mér rökrétt að við förum í að við talum Ethereum dautt og hvað þetta. Ef við tölum aðeins grundvallaratriðin á keðjunum sjálfum, hvað raunverulega að gerast? Þú varst með mjög áhugaverðan og frekar svona þörf og greiningu á Ethereum og Solana. Auðvitað það þannig eins og við tölum daginn að þú veist að meirinn helmingur og öllum stöðuleikamyntum á Ethereum sem segir rauninni út frá þeim parameter þá Ethereum mynda lang stærsta bálkakæðan þú veist ef við sleppum Bitcoin í þessu samhengi en svo maður skoða út frá okkur öðru það ennþá þannig, ég held að það hef verið bara ég held að trading volume til dæmis Solana með 82% af öllu trading volume og öllum bálkakæðum og þeir eru með 26 sinnum fleiri notendur heldur en Ethereum en þeir eru eingöngu 25% af market capinu ef við miðum þetta þá ætti rauninni þá getum við sagt að verðmiðin á Solana sé of lítill það sé bara 25% af market capinu af Ethereum þú veit maður ekki hvað maður á þetta með þetta við og líka í þessu samhengi í skjótinni að Ethereum total value locked parameterinn þar eru við með ég ekki með það fyrir fram en það eitthvað það með meirinn 10 sinni meira sem eru með locked heldur en Solana það eitthvað starf þar þeir eru með $86 billion þeir eru herðir þar langstæstir þar svo kemur hversu mikið hlutfallir steikað af þessu það er þetta mjög hátt hjá Solana hluta mér við höfum talað undanfarið þáttum hvað svona ákveðin vonbrigði hvað verðið á Solana ég svona fekk smá tilfinningu þegar ég var að skoða þetta svona svipa tilfinningu ég ber þetta sama við Ethereum sem áður en Ethereum fer á stað einmitt, ég tek svolítið undir það mér finnst Solana, ef ég á að segja bara mitt álit vil alltaf fara varlega þegar ég er að vera með skoðanir en ég bara segja bara mín persónulega skoðun taki henni með öllum fyrirvörum sem ég geti mér finnst Solana vera eitthvað ég vil bara orða svona ef maður að íhuga að fjárast í öðrum rafmyndum heldur en Bitcoin íhuga Solana mjög sterklega það einu sem ég vil segja auðvitað hefur þú sagt að ég sé svona mikill Solana búli eitthvað neginn en ég hef þetta samt fundið fyrir þessum vonbrigðum undanfarna mánuði ég keypti hins vegar fyrsta skipti í langan tíma og ég var að velta fyrir mig hvað ég ætti að kaupa. Ég endaði með að kaupa Solana í vikunni út frá þessum viðmiðum að þú veist auðvitað hefur ekki hugmynd hvað gerist en ég trúi því alveg að þú veist að það eftir að gera og mér á þú veist það var önnur frétt frá fjármálaeftirlitinu sem gæti líka ítt undir að reyndar fyrir báða rauninni fyrir bæði Ethereum og Solana og fleiri keður reyndar það er það sem ég heldur sér að tala Já, það er rauninni það að fjármálaeftirlitið var að gefa það út að svokallar liquid staking sem þá við getum bara að tala að steika myndir séu ekki hvað segir maður, verðbréf? Já, það falli ekki undir security löggjöfina verðbréfa löggjöfin í Bandaríkjunum og þetta var, ég man eftir því þegar Gary Gensler var við stjórnvölinn hjá Bandaríska verðbréfsleitinu þá vildi Coinbase bjóða sínu viðstæðunum upp á upp á staking-tekjur og SEC sagði bara og þeir voru með eitthvað svaka legal tíma að segja bara að við teljum að þetta standist allar reglur og allt þetta en voru að leitast eftir einhvers konar leiðbeiningum eða feedbacki frá SEC og þeir sögðu bara við ætlum ekki að segja neitt þið gerir bara það sem þið gerir og eru að fulla ábyrgi fyrir það
og ef þið gerir eitthvað sem við teljum ólögmætt, þá verður ykkur refsað miskunnarlaust og svo ætlaður að byrja að gera þetta og þá segja þær bara þetta er securities og rökstiða það ekkit frekar bara steikingtekjur þá eru þið að gera sprotlegir við bandaríska verðbréfalöggjöf og þeir spyrja, býtum nú við erum bara að reyna að skilja hvernig getur þetta fallið undir security og þeir vildi ekki einn útskýra það. Þeir sögðu bara, við erum að segja ykkur þetta er bannað, $100 million sekt, það var eitthvað svaka kröfur, sko. Ég er ekki rétt hjá mig, Kraken borgaði sekt fyrir steiking. Það kann að vera, ég skal ekki segja, ég veit það bara að, þú veist, SEC djöflaðist í svo gott sem öllum. Já. Og, þú veist, það var alveg sama hvað það var, skil. Ég held á einhverjum tímapunkti, þegar Gary Gensler var, þá held ég á einhverjum tímapunkti, held ég var rétt með, að SEC fór fram á við Coinbase og þeir enda að segja bara glemdu hugmyndinni, við förum með þetta fyrir dóm. Hann sagði bara, ekki bjóðu upp á neitt annað kryptó, heldur bara Bitcoin. Eða feysi bara einhverja fáralega sekt. Hvað, segðu mér eitt. Og svo núna er bara landslæði bara, herðu, þetta er bara algjör uppeyja, ekkert að securities, við erum með Project Crypto, við erum með Clarity Act, við erum með Genius Act og allt þetta. Þannig að þetta er svo stór sigur fyrir bálkakeðutaknina að það er ekki hægt að ná utan um það. Bara svona smá forvitni bara. Ef maður spyrja þessi lögfræðing. Nú hafa margir verið sektaðir fyrir alls konar hluti sem er búið að taka uppeyju núna. Og þú ert að velta fyrir hvort að þessi núna skaðabótaskyldir afturvirkt. Já. Þú veist, ég get ekki svarað í skilur með einhverju vissu, en þú veist, almennt bara já 100%, þá að minnstakosti, ég get alltaf að lofa þér því að þessir aðilar eru að íhuga rétt sinn. Ég velti fyrir mér fyrirtæki BlockFi sem þeir fóru á hausinn. Já. Sem leiddi til mikils taps hjá bara bandarískum almenningi sko, og reynda almenningin bara við heim, þeir voru global fyrirtæki og ég heyrði eitthvað, ég held að það veri $50 million eða ég held að það veri $100 million sekt hvort það var lækkunir $50 million hjá SEC og ég las eitthvað það, þetta er allt svona frekar veik og þetta er ekki mjög konkrétt en tækjum fyrir það, ég las eitthvað það að þeir hefðu líklega ekki farið í gjaldþrot ef ekki hefði verið fyrir þessa sekt. Pældu í þessu? Já, og sektin, ef ég man þetta rétt, þá held ég sko að greiðsla fyrir sektina gekk fyrir, framfyrir það sem að hafðu tapað peningum hana. Hugsaðu þetta, þú ert með stofnun sem lögum samkvæmt á að fyrst og næst að tryggja öryggi neytenda á markaði og þú tekur hana fyrirtæki úr umferð og tekur $50 million af sparifé sko almennings. Hirra, og ég segi, þetta er svona eitt mest brútal, ég get ekki fullvisa það, ég get ekki fullir það þeir hefðu lifað af ef ekki hefðu til sektarinn komið, en þetta er alltaf sem ég las, en hvað sem því líður, auðvitað, ég myndi, auðvitað ætti bæði sko BlockFi að íhuga rétt sinn, en ekki síður almenningur sem tapaði peninga. Og ég, þú veist, ástæðan fyrir ég pæli þessu líka, þetta er ekki eins og þetta hafi verið skýrt ólöglegt áður alls ekki og svo löglegt eins og þú ert að segja Coinbase, ég man eftir ykkur viðtal við hvað heitir hann Brian Armstrong þar sem hann sagði að þeir voru alltaf að reyna að tala við þá og fá okkur útskýringar þannig að það fer ekki úr því að við erum að taka ykkur lögur og setja ykkur ný lög það var bara ekki skýrt og svo allt í einu er þetta orðið ekki ólöglegt. Og svo til að eitthvað svona býta höfuð alveg af skömminni sko að þá er SEC búið að tapa hverju einasta dómsmáli sem hafa farið að stað með í kryptó eða svo gott eða alltaf hverju einasta sem skiptir ykkur máli í þessu samingi en gott og vel þetta mér langar aðeins að tala meira að því voru að tala hana samburna á Ethereum og Solana þú veist, þú talar þetta svona, svo ég zoomar þetta aðeins upp Ethereum miklu stærri í fjárhæðum talið og Solana augljóslega miklu meira retail relevant 26 fleiri notendur og miklu fleiri færslur þannig að með 26 fleiri notendur og með miklu fleiri færslur þetta kemur heim og saman og rýmar við svona þá framtíðarsýn sem ég
átti gott samtal við ChatGPT, þetta er orðinn klikkar heimur sem að lifir í, maður er fann að samræður við gerðugreind, en ég meina og svona versta við það er actually mjög gaman að tala við gerðugreind þessa hluti, en ok það sem, þú veist, hún var að byrja að tekna upp og svona fylla ég framtíðsinn sem ég var þegar með, og þá getur hún alltaf hægt að gerðugreind og þú veist, að hún getur verið svona agreeable, sko, að bara svona koma fyllin í BS-in og ég frábær hugsun, mikið eftir klár, ég er alveg sammála, en allavega að í Ethereum yrði svona þessi go-to keðja fyrir þetta legacy TradFi kerfi sem með stór institutions, það sem væri að keyra stórar færslur, stór verðbréfasöfn, og sko Solana væri mitt, þú veist, eins og hún var að tala sko gerðugreindin hugsaði meir Apple Pay, Venmo, þú veist, PayPal, þú veist, Google Pay, svona retail friendly applications þar sem færslur eru instant, kostnaður basically zero og þú getur verið fram og tilbaka með litlar fjárhæðir, að menn hittir svona þyngra í vöfum, meira öryggi stærri fjárhæðir, fullkomi fyrir stóra aðlana, því að ef JP Morgan er að fara að keyra eitthvað multi-billion dollar þú veist treasury safn, þá er þeim alveg sama, tekur færslan skiluru 40 sekundur eða 5 mínútur eða tekur á split sekund eða eru að borga $10 eða fraksjón af 1 centi, það bara er ekki relevant í þessu samhengi, það er eina áhersla að ná bara öryggið, sko. Þannig að mér finnst þetta góð pæling hjá þér, því að þú veist, ég hugsa þetta sama, þú veist að Solana gæti á framtíð sína fyrir sig svona payment á meðan svona stórt eitthvað svona traditional finance sem að Ethereum auðvitað, þú veist, og þú veist, og það sem ég bara svona áhugavert þessa umræðu, því það er alltaf verið að tala sko þú veist, að Solana hafi verið Ethereum killer, Sui sé Solana killer, það segir þá mögulega að það er pláss fyrir fleiri en einn 100%. sem er þá bara kannski að leggja áherslu á mismunandi hluti. Einmitt. Auðvitað getum við einhver leiti svona reynda gagnrýna þetta. Þú veist, ég meina, þegar þú segir þetta með, þú veist, payment og Solana, ég er alveg sem að Base vilja alveg taka markaðin af Solana, sem er þá lag 2 á Ethereum. Og svo annað, þú veist, að því að, þú veist, menn hafa verið að segja, þú veist, að sem ég trú alveg sér rétt, að svona, að setja hlutabréf á bálkakeðinu að verði í Ethereum verður svona valið einhvers staðar. En minna, trading volumið í júli á hlutabréfum á bálkakeðu var lang hæst á Solana, en það er kannski bara því það er eitt verkefni sem er ábyrjandi komað inn X stocks hérna. Já, ég sá eitt áhverð, ég kannaði ekki nánar, ég ætla að okkur, þú vissir það guðma, en ég var að aðvara mig á Solflare veskinu mínu í vikunni og þá sé allt innu bara flipa, bara trade stocks. Já. Ég kannaði ekkert nánar, sko, en veistu til það, hefði ég geta bara ítt á það og bara keypt hlutabrif? Já, þú geta selt bara Cardano segjum bara Solana þitt eða USDC þitt og keypt Tesla. Í alvörinni? Já, og Tesla er Hefur þú gert þetta? Nei, ég hef ekki gert þetta, en ég skoða þetta svolítið. Tesla til dæmis er langmest treytaða hlutabrifið á Solana bálkakeðinu, svo kemur inn í Vita. En mér finnst það merkilegt, því ég meina Solflare veski, það er náttúrulega ekkert KYC í því, skilur, það er bara algjörlega decentralized application. Þú getur gert þetta á Radium og Jupiter og það er heldur ekkert KYC þar, sko. Þannig að það ertu komið með hlutabrifendur sem er ekki búin að performa neitt KYC. Já, mér finnst það mjög áhugaverð, sko, og þú veist, það hefur verið talað að, þú veist, þetta sé ekki leiðin. Nei. Að, þú veist, það muni vera skýrt meira, og ég veit ekki hvort það komið í þessu Clarity frumvarpi. Það hlýtur að vera. Að, þú veist, að það veri ekki hægt að gera þetta bara þannig að þú getur átt hlutabréf sem að þú er ekki skráð fyrir. En á sama tíma, þú veist, þá, ef þetta sem að þú sér þarna, allt í enn er þú komið með aðgang að hlutabréfum þar sem að kannski áður fyrir hugsaður, ég veit ekki hvernig ég á að gera þetta, ég kann ekki á þetta og þú veist hvernig á ég að tala við og hvar á ég að fara. Þannig er þetta bara beint fyrir fram að þið á verkefninu. Sko, ég veit það að samkvæmt íslenskulögum
þá væri ekki hægt að gera þetta, það er bara ólöglegt, það er bara hlutabréf sem eru alltaf hafa bréf sko Já. en það hefur ekkert alltaf verið þannig og áður fyrir ég held mér að það verið mjög algengt út í heimi sko á 19. öld sem dæmi að þá voru handhafa hlutabréf mjög algeng sem raunverulega bara, þá var ég bara með eitthvað bréf bara hlutabréf í einhverju fyrirtæki standard oil eða whatever skilur upp á svona marga hluti og ég bara selja það hérna hver sem þú borgar mér eitthvað fyrir og nú bara heldur þú á bréfinu og það áttu bréfið sko. Já. Ég meina, hvað heit hann ekki, Paul Atkins hérna fyrramálaðið, hann talaði hérna sem vorum að tala síðast, þá talaði hann að framtíðin væri svo kallar superapp. Þá raunin að segja eitthvað svona einhver svona kaupauðlega eins og myndkaup eða eitthvað væri að bjóða upp á allt raunin, hvort sem það er ekki bara Bitcoin, heldur verða það hlutabréfin og þú getur keypt allt og selt allt á einum stað. Og þess vegna held ég heyrði svo góða setningu á einu manni sko fyrir ekki svo lengu að sagði, eftir 5 ár þá verður krypto as a concept ekki lengur til. Þetta verður bara finance. Já, það er góða punktur. En ok, hérna sko, það smá tölfræði hérna, mér finnst þetta ekkert endilega eitthvað svo, ég er hættur að vera spenntur fyrir þessu en að gera nefna þetta, þú varst með þetta fjöldi skrára fyrirtækja á markað á heimsvísu sem eru komið með Bitcoin, Ethereum og Solana. Já, það sko, það var svolítið fyndið að því að bara til að svona útskýra hvernig ég undirbýr mér stundum fyrir þáttinn að þá ég bara með eitt skjal sem ég opna bara eftir að þátturinn er búinn og ég hendi ykkur inn og ég hendi ykkur inn hérna á þriðjudaginn með þessa tölfræði en ég hef kíkt á það síðan aftur í dag og ég þurfti að uppfæra það, þetta er alltaf að breytast fjöldi fyrirtækja fjölgar stöðugt. Það er vitað 163 fyrirtæki sem eiga Bitcoin á hérna. Og við erum að tala skráð á hlutabréfamarkað sko. Já. Þetta er ekki bara eitthvað random fyrirtæki. Skráð á hlutabréfamarkað út allan heim. Við erum ekki að tala hérna, þú veist, fyrirtæki mitt og þitt, bara EHF-ið. Þetta eru 163 fyrirtæki sem eiga orðið 961.000 Bitcoin. Og seilur á 70% eða eitthvað því eða hvað Jú, hann er langmest, en enga síður, það er 300.000 sem önnur fyrirtæki eiga. Já, og við höfum pælt í þessu, við erum að detta í 1 milljón Bitcoin. Og svo erum við í 1 milljón það ekki í kaupallarsjóðum. Jú, eitthvað svo leiðis. Þannig að þú veist, þannig að þetta er gríðarleg aukning, sko. Þetta er rauninni markaðurinn er fyrirtæki í dag sem að keyrir upp markaðin. Já. Fyrirtæki og sjóðir. Og sjóðir, já. En retail virðist að koma þessi inn í þetta. Já, og þú veist, og alveg svo vorum að tala áðan með kaupallarsjóðina þegar við vorum að byrja að saman Bitcoin og þá hljómar það ekki vel þegar maður fer síðan yfir í Ethereum. Þá myndu segja bara 12 fyrirtæki, en það eru samt 12 fyrirtæki og frekar stuttum tíma. Það eru 12 fyrirtæki sem eiga 1,93 miljón í Ethereum og svo það 8 fyrirtæki sem eiga 3,44 Solana. 3,44 milljónir á Solana. Já, fyrir ekki, já. Annars væri ekki svo mikið. Það væri þetta frétt út af fyrir sig, sko. Hvernig eru það splittað á milli sín? En já, þetta er áhverð. Það er allavega trendið heldur áhrifin að vera frekar augljóst. Langar að loka þessum þætti á einu sem mér finnst vera mjög stórt og ég vil eiginlega svona para þetta að tengja þetta við vorum að tala sko 401k með $12,5 trilljón ég meina ég hafði áhrif 9 triljónur en þetta er augljósleikast þar í því ballpark figure sko og verðum alltaf verið okkur hvað er mikið að fara að renna í Bitcoin og krypto verður að 0,1%, 0,5%, 1%, 2%, 3% við þetta ekki að vera komið ljós. Maður sem er óumdeilanlega einn áhrifamesti maður í heimi í fjármálum. Hann ég held ég var rétt með að hann sé að stýra stærsta vogunarsjóði í heimi af því að BlackRock er náttúrulega ekki með sko vogunarsjóð þar. En það er Ray Dalio. Já, og hann er örugglega mesti sérfræðingur í kreppum. Ég las bara núna í júní
bók eftir hann sem hann fyrir gegnum helstu kreppur í heiminum. Hann bara með gríðalan status og augljóslega mjög velgefin bara veteran gaur í þessum heimi og hann hefur verið svona ástæðan minnst það svo stórt að hann hefur verið svona curious, open-minded, gafart Bitcoin en svona allt sem ég hef samt verið að lesa eftir hann Bitcoin, þá hann alltaf samt verið með svo mikla fyrirvara. Já. Hann ekki með eitthvað sleggjudóma, þú veist, en hann hefur verið samt, en nú það birtast, þegar ég var að lesa þetta hvað lok júlí kemur fram, að hann hvetur fjárfesta til að hugleiða að setja 15% í gull og Bitcoin. Hann að segja, hið dæmi gera standard portfolio management til þessa, bara virkar ekki lengur og það virðist vera trendi sem fleiri og fleiri menn á hans tægi að segja. Þú varst alltaf að nefna mann hérna, mann og ekki hvað hann heitir í fljótu bræði, en nefndur hann fyrir nokkur þáttum sem var komin í það að menn ætti að vera í 40% í kryptó sko. En þú veist... Já, og komandi frá þessu manni finnst mér bara svakalega jákvætt og minna að þú veist hann segir þetta ekkit hvað hlutfall og mér finnst það alls ekki neikvætt að því að þú veist hann ekki að segja að setja 14% í gull hann bara að segja setja 15% í þetta tvent þannig að hann raunin að setja þetta í saman. Hann segir hugleiðið að þetta hugleiða að gera. Já, hugleiða, já. En það sem mér stórt við þetta að hjarðhegðun ríkjandi á minnst að kosti hjarðhegðun fyrirferða mikil á öllum stigum og sviðum samfélagsins og ég held að sé ekkert öðruvísi á háu financial leveli og ég held að þegar þú ert þegar þú ert ungur og átt lítinn pening og ert bara með stóra drauma og hefur litla að tapa þá náttúrulega bara ertu miklu líklegir að taka miklar áhættur og kaupa kryptó eða memecoins eða vera gaurinn sem var að kaupa Bitcoin 2015 eða eitthvað þegar þú ert að stýra einhverjum trilljónum dollara eða hérna multi-billion dollar sjóðum, þá ertu bara því miður, eða kannski ekkit endilega því miður, en þá held ég sér bara miklu líklega til að hugsa ég ætla ekki að gera mistök skilur, ég ætla ekki að gera mistök og ég ætla að sjá til þess að það er ákvarðanir sem ég tek að ég mun geta varðar með kjaft og klóm eða spila stíl út ergo, það bara svo suicidal að fara í Bitcoin þú veist, 2015 eða eitthvað skilur þó að outperforma allt í að jú, ok, ég fekk eitthvað klapp á baki fyrir að taka eitthvað crazy bet sem paid off en meira þess að margir munu gagnrýna mig þráttur að það hafi virkað sko, þú veist, en eftir því sem það fær meira samþyggi og nú ertu með Larry Fink sem ég myndi segja að sé númer 1 áhrifamesti maður í heimi fjármálum, forstjóri BlackRock, þar sem hann að segja að allir sjóðir, það getur engin réttlætt zero exposure á Bitcoin. Nú komið Ray Dalio að bætast í hann hóp, þú veist, eftir sem fleiri menn af þessu tagi leggja sína blessun yfir þetta þá held ég bara hjarðhegðunum minni íta þessum stóru sjóstjórum til að með þessum vera að stýra 401k til að bara setjum okkur hann að tala um 15% þess að segja 40% Larry Finkar tala um 2-5% við hljótum að geta sett 1% af því þeir eru þá að fara að hugsa viljum við verið þeim sporum að Bitcoin í $1 million 2030 Trump gaf okkur grænt ljós 2005 og við vorum með 0% exposure á þennan asset class þegar hann búin að 10x-a 2030. Og þú veist, það hlýtur bara að vera eitthvað neginn. Þegar þú ert með nöfn eins og Larry Fink og Ray Dalio, þá hlustar fólk. Og það eru sjóðstjórar þarna úti sem að hlusta á þessa menn. Þannig að þú veist, það munu vera einhverju sem hlusta á Ray Dalio út frá þessum 401k. Já, nú þú ert ekki lengur skrítinn á Wall Street fyrir að allokera fjármunum úr stórum sjóðum í Bitcoin. Það er ekki margir eftir sem að minnast ekki á íhuga Bitcoin. Jamie Dimon kannski? Meiri sem hann verið stjara, hann verið síðasta víi til að falla, en þú veist, mér sýnist það bara að vera raungerast, það er ekki mörg ár í það að þú verður orðin skrítinn ef þú ert að stýra svona sjóð með zero exposure í Bitcoin. Já. Og það hlýtur bara að vera ákveðin svona hedge líka, minna, þú veist... 100%. Þess vegna held ég að eiginlega flestir hedgefundir í Bandaríkjunum, þeir eru með exposure. Já, við hljótum að vera að fara að koma á þann stað, ef við ekki þegar komnir á þann stað, að við gætum séð hlutabréfamarkaðin hrynja án þess að Bitcoin myndir hrynja. Já. Alveg sem með gullið. Einmitt. Ég ekki að segja við sem komnir á það. Nei, en ég skil hvað þú ert að fara, sko.
Björn Haraldsson, ég þakka þér fyrir mjög góða yfirferð Takk. og það verður mjög gaman að ég er mjög spenntur að sjá hvernig næstu dagar og vikur spilast út og hvernig ágústmánuður spilar út og ég þakka ykkur kæri hlustundur fyrir samfylgdina og við heyrumst og sjáumst aftur að vikuliðinni. Verið sæl.